Halleluja. Þið ekki spennt fyrir því hver Jesus og hvað hann hefur gert í okkar lífum? Halleluja. Ég svo spennt fyrir því hvað Jesus að gera í dag og hvað hann að fara að gera. Bara vá, ég finn bara eld og bara kraft heila sandadur í Jesu nafni. Halleluja. Amen, halleluja. Ég hef verið að bíða eftir frá því árið 2009 að fara aftur svona í trúboð eins og ég fór í þegar ég var á Indlandi. Og svona í millitíðinni að bara hafa þangað núna það bara allar dyfir og lokaðar en Drottinn talaði til mín að það væri kannski bara betra að einblína á Evrópu, styttra að fara, ódýrara að fara, hægt að fara bara færri daga og það hefur opnað svona dyr fyrir mig til þess að fara. Ég fór til Finnlands og svo núna var ég að koma frá Íslandi og þegar ég var í Íslandi þá myndi Drottinn minn á spátasorð sem ég fekk frá honum fyrir yfir 20 ára síðan, kannski bara hátt í 30 ára síðan, ég man þetta ekki alveg. En það orð sem ég fekk þá var fyrir Ísland, fyrir Eistland, Lettland og Litáen og þeir sem viti ekki að þá hafði Ísland Ísland lýsti yfir svona stuðning við sjálfstæði þessara þriggja landa þegar þau tóku sjálfstæði 1991 undan valdi og kúgun Sovjetlýðveldisins. Og Drottinn talaði til mín að bara eins og Ísland hefði sín stuðning við sjálfstæði þeirra fyrst allra þjóða, eins myndi Ísland leiða frá vakningu inn til þessara þjóða og það yrði gagnkvæmt frá þessum þjóðum og hérna til Íslands. Og ég bara notaði tækifærið þegar ég sá að ég gat bara að fara til Íslands þannig ég bara fór og þá byrjaði Drottinn svona bara að hala þessu niður aftur til mín og bara svona rifja þetta allt upp og ég fór að googla hvað langt síðan þetta var. Fyrir 2 árum, 31 ári eftir þessa sjálfstæðisyfirlýsingu að þá bauð ríkisstjórn Íslands forsetinn, hann bauð þessum þjóðhöfðingjum þessara þriggja landa heim til Íslands og það var flaggað á Höfða, öllum þessum 4 fánum, 31 ári síðar. Og það rosalega magnað og ég fór að tjekka á því þegar við höfðum 31 svona ívum eldin lofgjörn og bænastundir, fyrsta skipti hérna á Íslandi. Hugsið ykkur, tímasendinguna að þá googlaði töluna 31 og í stuttu máli þýðir tala 31 það þýðir eða Guð. Halleluja, þannig að þetta getur ekki verið nákvæmara. Og ég finna í anda mínum að það bara brostinn á vakning og hvað ætlum við að gera í því? Halleluja, ég ætla að vera með því. Halleluja, bara fá eld, trúboðans í fæturnar, fá bara eld predingarnas á tunguna og biðja fyrir sjúkum og leysa fólk í Jesu nafni. Halleluja, bara algjörlega, þetta þykir að vera með því líka. Amen, algjörlega. Drottinn hefur gefið okkar allt í þetta. Amen, en það ekki það sem ég ætla að tala um í dag. Ég vildi bara svona aðeins opna þetta svona, fá okkar aðeins svona vakna upp. Halleluja. En það alveg bara tími núna til þess að taka ný landsvæði. Það bara alveg þannig. Taka vald í Jesu nafni og taka ný landsvæði. En það sem ég vil tala um í dag það að koma með allt til Jesu. Koma með allar tilfinningar okkar til Jesu. Halleluja. Hvernig hljómar það? Amen. Halleluja. Já, það biblíulegt. Við höfum tvenns konar tilfinningar, það svona þjáningu í raun og veru. Við höfum þessa náttúrulega þjáningu sem bara kemur vegna þess að við erum til. Veikindi, bara alls konar, bara eðlilega svona náttúrulegar þjáningar. En síðan höfum við þessa andlega þjáningu sem kemur vegna syndafallsins. Og vegna hroka okkar, að þá svona eins og andlega þjáning, bara eins og Job. Hann var með andlega hroka, hann var alveg bara að vaksa vel í svona að kynnast Guði en hann var ekki alveg búinn að sjá sjálfa sig fyllilega. Og hann var að ásaka Guð og hann var að ásaka meðbræður sína og hann sá ekki sinn eigin hroka og sinn eigin blindu. Halleluja. Og þannig erum við oft í okkar hroka og stolti. Við sjáum ekki alveg eins og Guð sér hlutina. Og við sjáum ekki alltaf okkur sjálf. Við erum alltaf að benda alveg eins og Adam og Eva. Þau bendu bara, sá ekki sjálf þess, þau bendu á hvort annar.
Þannig erum við ofta þegar við verðum fyrir sársauka, þegar einhver gerir að hluta okkar, að þá þurfum við líka að læra að takast á við það. Við eigum ekki að vera með þessa þjáningu og tilfinningar alla ævi í okkar lífi. Við getum skipt þeim út fyrir tilfinningar Jesú Kristi í okkar líf. Og það það sem ég ætla svona aðeins að tala í dag. Þannig að koma með allt til Jesú. Halleluja. Þegar Jesús gekk á jörðinni, þá hafði hann samúð. Hann hafði hjartans meðöngun með fólkinu. Og hann læknaði sjúkdóma og hvers kyns veikindi og hann rak illa anda út af þeim sem voru undir okkar að djöflinu. Þannig að hann hefur hjartans með okkur, hann hefur kærleika og hann hefur samúð með okkur. Og hann vill mæta okkur í því ástandi sem við erum í. Ég var bara ennþá daginn í dag í hvað ástandi ég var þegar ég kom til Drottins, 21 árs gamall, 40 ár síðan. Ég var bara tómur tjóni og ég var að glíma við sjálfsmorðshugsjónir. Ég var bara leiðin að taka mitt eigið líf eða skemma það bara út frá eiturlyfjum. En Drottinn hann sá aumur á mér. Ég var bent á Jesú, hann kom til Jesú og þegar ég kom til Jesú þá gæti ég komið með allt til hans. Ég gæti bara afhenda líf mitt eins og við flest öll höfum gert. Og hann mætti mér og listi mig. Halleluja. Ég lærði að koma með hugsanir mínar, ég lærði að koma með gjörðir mínar, ég lærði að koma með tilfinningar mínar framfyrir hann. En svona oft þegar maður fyrir að ganga með Guði, þá verður maður kannski maður sofnar á göngunni, talandi það að vakna. Maður sofnar á göngunni oft með það að koma bara eins og maður til Drottins á ný. Að endur lifa fyrsta kærleikann á ný. Ég ætla að lesa nokkur ritningavers. Í Hebreabréfinu 4. kafla, versi 12-16. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjað sverði. Það smýgur inn í innstu fyrir sem sál og anda, liðamót og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, engin skapa hlutur honum hulinn, allt bert á öndurð augum hans og fyrir honum eigum við reikningsskil að gera. Halleluja. Halleluja. Stolt í okkur maður. Það veit allt best. Það getur allt best. Hversu oft hef ég ekki verið segur að hugsa svona? Bara í vinnunni til dæmis. Maður orðið þokkalegur svona að múra. Þá kemur allt þess að hugsa rosalegu góður þessi, ég betri þessi eða eitthvað svona. Og jafnvel bara í þessu andlu hlutum bara líka. Ef ég væri með mikrofóninn. Ef ég. Þá þetta allt öðruvísi. En svo þegar reynir á það, að þá maður algjörlega undir náð Guðs komin. Maður getur ekki gert neitt nema hann gefur mann í það. En ef maður hefur þetta stolt þetta viðurinn að hroka, að þá gerist ekki neitt, þá þetta bara ströggla erfið. Og Drottinn hann leiðir manni fyrir sjónir hversu rangur maður í hugsunum og gjörðunum. Og með maður er svona, að þá bara valið hann. Það dómur, orð Guðs hann dæmir. Að þannig að þegar maður verður var við að maður að gangi hroka, að þá betra að auðmýkja sig. Og ég ger þetta alltaf þegar ég fer að biðja fyrir fólki, alltaf þegar ég kem upp í púltið, eða alltaf þegar ég að guðra leiða mig til að gera eitthvað, bara eins og þetta í Íslandi, að þá segi ég Drottinn, ég get ekki neitt. En með þér get ég allt. Bara þetta svona liður í að auðmýkja sig fram fyrir Guði. Bara liður í því að kannast við það hver maður var þegar maður kom til Drottins. Óað því hvað hann búin að gera fyrir maður nú þegar. Þannig við þurfum að láta orð Guðs koma inn í veru okkar og leyfa þeir að dæma okkur og taka háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins. Ég var búin að tala þetta sverð Drottins, sverð andans undanfarið. Að taka vald í andanum. Það sigur fyrir blóðið og það sigur fyrir orð vitnisburðarins. Og við lýsum því yfir með því að taka sverð andans og tala það út hver við erum í Guði. Halleluja. En svo önnur leiðin að það auðmýkja sig. Að koma með tilfinningar sína til Drottins. Halleluja. Það segir síðan í framhaldinu, honum eigum við reikningsskil að gera. En við þá höfum mikinn æðstaprest sem farið hefur í gegnum himnuna, Jesú Guðs son, skulum við halda fast í játninguna.
Ekki hefur þann æðsta prest ei getur séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freista var allan hátt, eins og vor, en án syndar. Göngum því með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að við erum öðlust miskunn og hljóti náð til hjálpar á hagkvæmum tíma. Hugsið ykkur, hann tók allt á sig, alla sjúkdóma okkar, alla tilfinningar okkar, allt það sem við erum að glíma við og bíða ósögu fyrir. Hann tók þetta allt upp á krossin og sjúkdóma okkar líka. Hann lét negla sig á krossin til þess að gefa sigur yfir þessu öllu. Og við getum fyrir Jesú blóð með djörfung gengið að þessu vísu. Að við getum komið fram fyrir hann með allt það sem við erum að glíma við. Með djörfung. Með djörfung. Og þá fáum við hjálp á þeim tíma þegar við komum fram fyrir hann. Það þýðir að við þurfum að kannast við það hvað við erum að glíma við. Það þýðir það að við þurfum að koma til Jesú. Ekki fara eitthvað annað. Við þurfum að læra að koma með allt til Jesú, tilfinningur okkar til Jesú. Halleluja. Þannig ég ætla að tala um tilfinningar. Það oft þannig með tilfinningur okkar að þegar eitthvað gerist og eitthvað bjátar á, að þá erum við með svona eins og fugsminni. Við kannski erum ekki endilega að hugla orguðs þá stundina. Heldur bregðast við bara eftir tilfinningunum okkar og við bara fljúum eitthvað eftir. Hvernig kallast þetta? Bara ef eitthvað gerir þér og eitthvað og þú bara verður reiður og bara þú segir eitthvað, bara í sömu mynd eða jafnvel verra. Þannig að við bregðumst ofta eftir tilfinningunum og förum bara eftir tilfinningunum, bara eins og bara með fuglsminni. En við þurfum að læra að hertaka hugsanir okkar til hlýni við Guð og við getum tekið vald líka við hugsanir og sagt bara að þessi hugsun tilheyrir mér ekki. Halleluja. Og þess að hugsanir að þær framleiða tilfinningar. Hugsanir okkar eiga að vera vernd fyrir tilfinningur okkar. En þegar við hugsum rátt, þegar við bregðumst rátt við hugsunum okkar, að þá koma tilfinningarnar alveg bara ólgandi og það er bara að flæða óserátt eins og fuglinn bara fljúgandi, bara fyrir eitthvað. Þannig við þurfum að læra að hafa stjórn á lífum okkar. Og það vald fáum við í Jesú Kristi, með því að auðmýkja okkur fram fyrir honum. Ég kem nánar inn á það. Halleluja, takk Jesús. Þetta ágætis byrjun, það ekki? Þannig að við höfum alls konar tilfinningar. Við höfum tilfinningar samúðar eða sjálfsvorkunnar. Við höfum tilfinningar miskunnsemi eða jafnvel uppreisnar. Þannig að það er svona að við höfum bæði góðar og slæmar tilfinningar. Við getum fara að sofa kannski á kvöldi til, bara í rosa góðum málum, bara mér líður rosalega vel, bara rosa blessaður Guð og allt þetta. Og svo bara vöknum við morguninn, bara allt annað. Þetta gerist fyrir mig í Íslandi. Ég var búin að biðja kvöldið og svo bara miðja nótt að þá bara fæ ég svona rosalega andans árásir. Og bara, ég bara vaknaði við það að ég var að dreyma eitthvað bara illt, bara algjör að þælu, og mér bara leið bara mjög illa. Og þá bara kom ég með þetta fram fyrir Guð. Bara sagði drottning við, ég vil ekki vera í þessu, ég vil ekki dæla í þessu, ég vil ekki vera að hugsa þetta, ég vil ekki vera að dreyma þetta. Og ég bara ákallaði blóð Jesús. Og ég tek valdið þínu nafni, ég skipa þess að víkja. Og bara eftir svona 20-30 mínútur að þá var bara allt farið. Og ég bara svaf þess að stund. Halleluja. Bara svona nefna dæmi, bara þetta gerist alveg hjá mér, bara tíma og tíma. Bara í morgun að þá bara vakna ég bara eins og ég væri bara með sektarkennd og bara leið ekkert rosalega vel, bara fann bara svona. Og ég bara sagði drottinn, ok, ég er að fara að tala um þetta í dag, drottinn. Og ég bara kem með tilfinningar mína fram til því. Mér líður svona núna. Og ég er bara afhent til þetta. Bara eftir nokkra sekúndur þá bara byrjaði að finna nærveru Guðs koma. Halleluja. Hann kom með sína tilfinningar bara inn í mitt líf. Og ég finn ekkert fyrir þessu núna. Ekki neitt, Það er bara hans tilfinningar, hans flæði bara komin í staðinn fyrir þessa vanlíðan. Þannig að lykillinn er sá að dvelja ekki í því sem við erum að dvelja í. Heldur koma með þetta til drottins. Ég skil það vel ef þú ert bara í fjötrum og þú verður ekki tekið við Jesú Kristi sem frelsaranum. En þá er von, hann leysti fólk. Hann leysti mig. Ég var haldinn illum öndum, bara hersinga illum öndum. En þeir fóru út af mig þegar ég tók við Jesú Kristi sem frelsaranum. Oft fór ég niður í pytti, en ég hrópaði á nafn drottins.
og hann dró mig upp úr þessu pyttum. Í dag fer ég ekki í þessa pytti. Þetta kemur kannski aðeins á hugan á mér, en ég hleypi ekki lengra. Þannig ég svona komið dæmi og bara vitnisburður minni eigin lífi að þetta hægt. Halleluja. Af hverju drekkur fólk áfengi? Af hverju tekur fólk eiturlyf? Af hverju fær fólk svona freistingar eftir að það er búið að taka við Jesú Kristi sem frelsara sinn? Já, þetta svona, okkar eigin aðferð til þess að leysa okkur, eða leysa tilfinningarnar okkar. Að fá einhverja breytingu. En það bara gerir illt verra. Þegar við leitum í eitthvað sem eins og sköpunin eða sköpunarverkið, að þá engin lausn í því. Tilfinningur okkar geta leitt okkur nær Guði eða leitt okkur frá Guði. Þannig á þessum dögum sem við lifum á, þá þurfum við að læra að koma með tilfinningur okkar strax fram fyrir Guð. Ekki vera að bíða með það, þannig að þá fjötrumst við aftur. Látið ekki aftur leggja á þér ránarokk. Standið stöðug. Halleluja. Til frelsis kallaði Kristus. Halleluja, látið ekki aftur leggja á þér ránarokk. Þannig við þurfum að gera hlutinu við strax. Ekki vera að bíða með það. Þú veist aldrei hvaða leiðir þú fer að bíða með það. Ég fengi svona eins og áfengishugsun, en hún tilheyrir mér ekkert. Það er miklu betra bara að segja Drottinn, ok, ég fekk þessa löngun núna, ég fekk þessa hugsun núna, en ég kem til þín með þessa löngun og tilfinningar. Og ég bið að breyta þessa löngun og tilfinningum mínum. Og þegar maður gerir það, þá gerir það. Þannig við þurfum að koma með allt fram fyrir Guð. Og þetta kannski meira hjá mér í dag, maður fer kannski meira í ískápinn eða eitthvað. Skiljiði, í staðinn fyrir að leita til Guðs. Þannig að við gerum alls konar hluti. Eða við förum til fólks og segjum auðmingja ég. Þetta er svo erfitt og skiljiði, fá einhverja samúð, fá einhverja huggun. En huggunin ekki þar. Huggunin að koma til Jesú Krist með alla hluti. Halleluja. Ég ætla að lesa þetta aftur. Hebreabréfið 4. kafli, vers 14-16. En þá hefur við mikið næstaprest, farið hefur gegnum himnana, Jesú Guðs son. Þess vegna skulum við halda fast við játninguna, ekki höfum við þann æðsta prest, eigi getur séð aumur af veikleika vorum, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor, en án syndar. Göngu þeim í djörfung að hásandi náðranna til þess að verðalus miskun og hljótu ná til hjálpara hagkvæmum tími. Í dag hjálparæðs dagur, í dag hagkvæm tíð. Og Drottinn ætlar að leysa einhvern hér í dag úr tilfinningarlegum fjötrum. Því að tilfinningarlegi fjötrar geta verið við í óvinnarins. En Drottinn, hann vil sigra við í óvinnarins í okkar lífi. Og það verðum við einfaldlega að segja bara við Drottinn, hér er ég kem bara fram fyrir þig núna. Við þurfum ekki endilega að beygja hné okkar, við getum gert það. Við þurfum ekki endilega að gera það, við getum bara sagt Drottinn, hér er ég bara einfaldlega að glíma við þessa valíða núna. Og við þurfum ekki aldrei að skilgreina endilega alltaf. Af því að oft vitum við ekki út af hverju valíðan henni er. En við getum bara komið með hana fram fyrir Drottinn, mér líður svona í dag, mér líður svona núna. En ég vel þig, ég kem fram fyrir þig með þessa valíða mína. Og þegar við gerum það, hvað stóð í versunum? Hann sér aumur á veikleika okkar. Og hann miskunnar okkur. Hann skiptir út okkar tilfinningum og kemur með sínar í staðinn. Og við mörg okkar þekkjum það að þegar við komum svona fram fyrir Guð, þá byrjar heila landi að flæða í gegnum okkur. Og við fáum meira heldur tungutali, við fáum bara svona grát og ekka. Bara heilasanda bæn sem flæðir bara með hraða í gegnum okkur og það reisast allt út. Og við fljúum upp á vængi sem örninn. Hátt yfir allt. Þeir sem vona Drottinn, þeir fá nýjan kraft. Þeir fljúa upp á vængi sem örnir. Halleluja. Við fáum himneska tilfinningar. Við byrjum að lifa út frá Guðsríkinu, himnaríkinu, niður á jörð. Í staðinn fyrir að vera undir okuð. Andlega lækning hans kemur inn. Amen. Halleluja. Þannig að það er svo mikilvægt að koma með valja síðan strax til Drottins. Ekki vera að bíða með það. Þú þarft ekki að fara bara heim og inn í bænaherbyggi eða eitthvað þess að þú getur gert það bara í bílnum, þú getur gert það í vinnunni, þú getur gert það hérna núna.
Markus 5. kapli vers 24-27. Jesus fór með honum og mikill mannfjöldi fylgdi honum og var þröngum hann. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið margt að þola hjá mörgum læknum, kostað til aðlögu sinni, en enga bata fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði Jesú og kom nú í mannþrönginni að baki honum og snart klæði hans. Hún hugsaði, ef ég fæ aðeins snart klæði hans, mun ég heil verða. Hún var í 12 ár búin að fara að leita til manna eftir lausn. Hún var búin að eyða allri aðlegunni í það. En þegar hún kom til Jesú, þá breyttist allt. Og við getum rétt ímyndað okkur hvernig henni hefur liðið. Bara algjörlega hjálpa hana, vollaus í sársauka og búin að lifa þannig í 12 ár. Og það margir búin að gangi í gegnum eitthvað mjög lengi. Komdu með það til Jesú. Hún skreið í mannþrönginni til að snerta klæðans. Hún auðmýtti sig það mikið að hún skreið á 4 fótum, bara höndum og fótum til að snerta fall klæðans. Hún hugsaði, ef ég aðeins fæ snert klæði hans, þá mun ég heil verða. Þegar við komum í fyrirbæn, þá stundum hugsa við, ég veist einhverjum þetta líka. Vá, þessi miklu betra að biðja fyrir mér heldur en þessi þarna. Við vitið það, að það skiptir engu máli ef við höfum rétt hjartalag að við séum að koma til Jesú. Við þurfum að koma með því hugafæri að þegar við látum biðja fyrir okkur, að við séum að koma til Jesú. Því að menn get ekki gert. Ég get beðið fyrir alveg bara, blár í framan, bara í marga klukkutíma og það gerist ekki neitt. Ef þú ert ekki með því hugafæri að koma fram fyrir dóttan. Þannig að henni leið þannig að hún myndi fá lækningu hjá Jesú frá þeirri þjálningu og þeim veikindi sem hún var að líða. Og það segir, skjótt þegar hún kom til Jesú, þá þvarr blóð hennar og hún fann það á sér að hún var heil af meini sínu. Jesú fann þegar á sjálfum sér að kraftur hafði farið út úr honum og hann sneri sér við í mannþröngina og sagði, hver snart klæði mín? Lærisveinar hans sögðu við hann, þú sérð að margföldin þrengir að þér og spyr þó, hver snart mig? Og hann litaðist til þess að sjá hver þetta hefði gjört. En kona sem vissi hvað fram við sig hafði farið kom hrædd og skjálfandi féll til fóta hans og sagði honum alla sannleikann. Þannig að Jesús fann að það fór kraftur út á honum. Hverjir hafa fengið að upplifa kraftguðs þegar þeir hefur komið fram fyrir Jesú? Halleluja. Þá vitið ég hvað þess að kraftur kemur. Hann kemur frá Jesú. Jesú stöðulega að biðja fyrir okkur. Hann stöðulega að biðja fyrir okkur. Og hann bíður eftir því að við komum nákvæmlega eins og við erum fram fyrir hann með tilfinningur okkar. Þannig að þegar við komum með veikind okkar eða tilfinningar fram fyrir hann, eða það sem að í okkar lífi, að þá kemur kraftur frá Guði inn í okkar líf. Endurlesna kraftur. Það er kraftur í blóði Drottins. Jesús vill mæta fólki í dag. Hann vill lækna fólki í dag. Halleluja. Stundum þá læknast fólk ekki þó að það komi fyrirbæn vegna þess að það í rauninni ekki að koma til Jesú almennilega. Það ekki rauninni að koma með það sem að þjáir að raunverulega til Jesú. Það getur stundum verið þannig. Það ekki alltaf þannig, en það getur verið þannig. Markus 7. kapli vers 31-33. Síðan hélt hann úr Týresarbyggðum Sídon og yfir Dekapólisbyggðir. Miðjar til Galíleavarsins. Vá, skrýta orðað það, miðjar. Já, miðjar til Galíleavars. Þá færa þeir til hans mann daufan og málhaltan og biðja hann að leggja hönd sína yfir hann
Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu. Þannig að Jesús, hann leiddi þennan mann sem þeir komið með til þess að biðja fyrir. Hann leiddi það frá mannfólkinu. Þannig að þetta sýnir okkur það að til þess að fá lækningu frá Jesú, að þá þurfum við að aðskilast frá fólkinu og þurfum að koma til Jesú. Jesú stakk fingri sínum í eyru honum og vætti tungu hans sem munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann: það opnaðist þú. Og eyru hans opnaðist og tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Halleluja. Þannig að Jesús, hann læknar. Hann leysir fólk. Hann tók allt á sig. Og það svona, það kemur í hugan á mér að það rosalega mikilvægt að þegar við erum til dæmis að biðja fyrir fólki sem veikt og það læknast, að vera ekki að hreykja okkur sjálfum yfir því, heldur að gefa Guði dýrðina. Ég hef alveg séð bara heyrnarlaust fólk fá heyrn og mállaust fólk fá mál og blind augu bara að fólk sjái, bara alveg séð svona kraftaverk, alveg bara gerast. Og það allt til að segja frá því til að opna dyr fyrir það að Guð geti gert það sama fyrir aðra. En ef maður að hreykja sér upp í því, þá það annar hluti, munið stoltið. Þannig við þurfum að vera vakandi þarna líka. En Drottinn vill nota okkur til að leysa fram lækningar og kraftaverk. Og tunga hans læknaðist þess að hann notaði munnvatnið sitt. Jesús notaði munnvatnið sitt til að lækna tunguna. Þannig að hann fékk málið. Halleluja. Markus 8. kapli, vers 22-25. Þeir koma nú til Betsaídu, eller ekki, hvað, Betsaídu. Þar færa þeir mann til Jesús sem var blindur og biðja að hann snerti hann. Hann tók í hönd hins blinda, leit hann út úr þorpinu, skyrti í augu hans, lagði hendina yfir hann og spurði: sér þú nokkuð? Hann leit upp og mælti: ég sé menn, ég greini þá líkt og tré. Þeir ganga. Þannig að þegar Jesús snert hann, að þá sá hann fyrst ekki alveg skýrt. Og hann sá bara svona svo tré, eða svona menn, já. Og Drottinn þurfti að snerta hann aftur. Þannig að hann fór að horfa á sköpunarverkið. Hann vildi sjá bara svona sköpunarverkið. Þú veist að þegar hann bara var svona blindur náttúrulega lengi, hann vildi bara sjá sköpunarverkið. Hann vildi sjá skýrt sköpunarverkið. En Jesús snerti hann aftur til þess að snerta tilfinningar hans að hann myndi sjá fyllilega með andlegum augum. Þannig að Drottinn, hann vil opna öll skilningarvit okkar til þess að við sjáum Drottinn í raun og veru. Og það segir í versi 25: þá lagði hann aftur hendur yfir augu hans og nú sá hann skýrt, varð albata og heilskygn á allt. Halleluja. Þannig að stundum þegar maður kannski þegar fólk líkamlega veikt, að þá vill það kannski fá bara þessa líkamlega lækningu, en ekki alveg að fá þessa andlegu sýn opna að lifa fyrir Jesú. Stundum þá læknast fólk og það sé hann ekkert meira með Jesú Krist hafa. Það alveg dæmið það. Þannig að við þurfum að skipta út okkar tilfinningum, þessar slæmu tilfinningum, til þess að fá Jesú Krist tilfinningar inn í okkar líf. Halleluja. Til þess að við í raun getum talað sannleik af hjarta. Gæti fengið smá tónlist núna, Alli.
Þegar einhver gerir hlut okkar, þá fáum við oft þessar slæmu tilfinningu að við viljum hefna okkar. En við þurfum að læra að bregðast skjótt við og koma með þessa líðan okkar til Drottins. Eins og hann hefur fyrirgefið okkur, þannig þurfum við að læra að fyrirgefa öðrum. Ég þurfti að læra að fyrirgefa öðrum, eins og Drottinn fyrirgaf mér þegar ég tók við sem frelsara mínum. Og hann gefur okkur allt í þetta ef við komum bara með líðan okkar og gjörðir framfyrir hann. Þannig að mér langar núna að við skoðum bara innan við og bara hlustum eftir því hvað heilar andi að banka hjörtan okkar núna, að við komum með framfyrir hann. Ef við komum ekki með tilfinningar okkar framfyrir Guð, þá getum við fest í fjötrum. Jafnvel eftir að við höfum tekið Jesú Kristus sem frelsara okkar. Þess vegna þetta svo mikilvægt. Og ég fann að Drottinn laði þetta á orða hjarta mitt, vegna þess að það mikilvægt í dag að við lærum að vera hreinskilin við Guð og koma með allt framfyrir hann, alveg sama hvað það er. Ekki láta djöfulinn ljúga að okkur og segja að við séum svo slæm að við getum ekki komið til Drottins, en þess að það er lygi. Við getum alltaf komið framfyrir Drottinn og þegar við gerum það, þá sér hann aumur og veikleika okkar og hann snertir okkur með sínu tilfinningu. Hann mætir okkur nákvæmlega það sem við erum, ef við erum hreinskilin við hann. Þannig hvað er Drottinn að banka á hjarta þitt í dag? Og þú komið framfyrir hann. Þú þarf bara að segja, hér er ég Drottinn og svona líður mér núna. Stundum þá festist fólk í fjötrum og ég var þegar ég kom til Drottins, ég var fastur í fjötrum að ég var farin að trúa lyginni. Og oft verð ég varð við það að Guð sýnir mér á stundum ennþann í dag að ég er að trúa lyginni. Og maður getur svo mikið fastur í sjálfum sér og undir okkar að djöflinum að maður trúi því að öllu sé samum mann og að enginn elski mann. En þegar maður er komin í svona ástand, þá er oft, þetta ástand, það skapar oft andrúmsloft. Bara eins og Höfni til dæmis. Hún skapar oft svona andrúmsloft og valjan að fólk fyrir að finna það í kringum okkur og það langar ekkert að koma nálægt okkur, þú veist. Jafnvel þó að hafa alveg samúð allt þetta, samúð Jesú Krist, þá er það oft bara meira heldur en að gera það. Erfið bara. Þannig að fólk getur verið í svona vígi, bara þú veist að það er bara fast að það trúi lyginni. En orguð segir að við eigum að þekkja sannleikann og sannleikurinn gerir okkur frjálsan. Og hvaða sannleik hef ég talað hér út í dag? Við getum komið með allt til Drottins. Alla tilfinningar. Og þegar við komum fram fyrir hann, að þá mætir hann okkur og hann leysir okkur. Hann leysti mig. Muni, ég sagði ykkur, ég var með hessing á djöflum í mér. Ég var með bara sjálfsmálsanda, ég var bara leiðin að taka með degi líf og alls konar svoleiðis. Fullur af sjálfsvorkunn, aumingja ég. Þú veist, en Drottinn leysti mig og hann getur leyst þig líka. Þannig að sannleikurinn Jesú Kristur gerur okkur frjáls. Ef við ekki að standa upp núna